Verkefni 1 núna í haust mjög svipað því sem hefur verið seinustu ár og það bara til að koma ykkur á stað. Þetta er upphitunar en formið samt á verkefninu eins og það verður í öðrum verkefnum. Þannig ég ætla líka bara aðeins að fara aðeins hægar yfir þetta svo að þið bara sjáu hvað ég að hugsa þegar ég að setja þetta upp. En þetta bara vegforritun 1, 2025, verkefni 1, HTML 1. 2 verkefni HTML, 4 verkefni CSS, 4 verkefni fyrir JavaScript og svo hópverkefni sem HTML og CSS og svo HTML, CSS og JavaScript. En fyrir þessi minni verkefni þá eru þau öll með einhver 3 megin markmið. Þetta markmið þessa verkefnis, að setja upp textaritil og búa til möppur og skrár. Fyrir sum ykkar bara ekkert mál. Fyrir sum ykkar, hafa ekki sett upp textaritil, ekkert mál. Ég mun gera þetta næstu því allt skref fyrir skref. Síðan að skrifa grunn HTML með tenglum og mynd, einnig stakri mynd. Nota svo Netlify til að gefa verkefnið aðgengilegt á internetinu. Þannig að við munum gera þetta hérna saman núna og þetta hérna og svo setja upp á Netlify. Þannig að ég mun fara í gegnum öll skrefin með ykkur. Síðan hafið þið vikuna til að gera slíkt sama. Þið þurfum ekki að skila fyrir 15 næstu viku, þannig að þið fáið allan næsta fyrirlestur til að spyrja mig spurningum um þetta og dæma tími í næstu viku til að fá aðstöðu eða lendi ykkur vandræði með Netlify eða setja upp textaritil eða eitthvað. En þá verðið líka komin samt með verkefni 2 og þá verði ég eins og ég núna að fara yfir þetta, byrjar að fara yfir verkefni 2 og svo yfir verkefni 3. Þannig að þetta ekkert mikið núna en þetta safnast saman, þannig að ef þið dettið aðeins aftur úr þá verður erfitt að halda í við og vera alltaf á afturfætunum að reyna að halda í við. Þannig að þess vegna bara halda dampi. Það það sem ég get mælt með hérna. Lýsingin síðan að þá að setja upp 2 síður aðgengilegar af internetinu af því að til þess að vera vefforrita ef maður getur ekki gert aðgengilegt á netinu eða vefnum þá að vera forsíða og hún heitir index.html og þá hérna af hverju heitir hún index.html. Það í námsefninu og það með einhverjum texta bara þið getið skrifa eitthvað bara halló heimur eða eitthvað ykkur litla ritgerð, eitthvað ykkur áhugamál. Það ekkert að vera alvöru, þið getið búið til einhverja persónu og svo ætla að hafa tengil yfir aðra síðu sem með nemenda. Þar getið þið haft nánar ykkur. Þið þurfið ekki að setja ykkar eigið nafn, netfang eða mynd. Þið megið setja bara whatever, bara eitthvað. En þið þurfið að setja einhver texta, einhver tengil hann á milli og einhverja mynd. Og þið ætla að hafa myndina í möppu sem heitir EMG, sem stytting á image. Síðan ætla að nota UTF-8 stafasett fyrir þetta og þið ætla að setja þetta upp þannig að vefurinn birtist rétt í minni skjám eða í síma. Þannig að þegar þið opnið þetta þá mun þetta líta ekki fallega út af því að við erum ekkert að nota CSS. Það ekki það sem við erum að fókusa á núna. Við erum bara að fókusa á að koma fram upplýsingum, ekki láta upplýsingarna líta á einhvern hátt út. Og ef þið viljið fara eitthvað lengra, þið viljið endilega byrja að setja eitthvað, ég vil hafa þetta miðjað eða ég vil láta vera svona bakgrunnslit eða eitthvað, farið varlega því að það ekki verið að biðja það í þessu verkefni. Og ef þið gerið eitthvað sem algjörlega vitlaust, þá verðið þið dregið niður fyrir það. Af því að þið eru að gera það án þess að hafa borið undir ykkur. Af því að ef þið byrjað undir mig að dæmdýrkennara þá munum við stoppa ykkur og bara, ekki fara of hratt. Síðan ætla ég að setja þetta upp á Netlify og við ætlum bara að hlaða því upp með manual deploy sem ég mun sýna ykkur á eftir. En ef þið eru spennt fyrir að byrja eða kunnið eitthvað á GitHub þá megið þið líka alveg byrja að tengja þetta við GitHub. Ég ætla ekkert að fara yfir það og ég ætla ekkert að kenna það fyrir eftir 3 eða fyrir eftir 5 vikur. Síðan matið og matið á alltaf bara að ríma við lýsinguna. Þannig að þá sjáu þið út frá lýsingunni hvað verið að meta. Núna þetta bara allt jafnt, allt 20%, 5 liðir 20% hver. En í framtíðarverkefnum getur alveg verið að einhver liður sé flókin en hann bara 5% af verkefninu. Þannig að þá þurfið þið að skoða og meta og bara skipuleggja ykkur. Viljið þið reyna að tækla þennan flókna hlut sem líklegast af ástæðu þarna settur lág en samt inn í verkefninu til þess að fá fulla einhver fyrir verkefnið eða viljið þið byrja á því að fókusa á það sem gefur ykkur mest fyrir verkefnið. Það getur alveg verið að 60% af verkefninu sé tiltölulega auðvelt og fljótleist, næstu 20% aðeins meira vesen og seinustu 20% þau flóknustu. Þá getið þið skipulagt ykkur þannig að þið klári bara það sem þið getið og þá getið þið alltaf skila því og fengi 8 af 10 fyrir verkefnið
En ef þið viljið fá fulla einkunn, þá þurfum við hugsanlega að setja meiri tíma og meiri orku og athygli í þetta. Og það kemur aftur að þessu. Það þetta áætlaða vinnuálag í áfanganum og þið þurfum svolítið að skipuleggja ykkur út frá því. Síðan bara hvenær þetta sett fyrir sem í dag og síðan hvenær þið skilið þessu og hvernig. Og þá þetta hérna sem mun breytast að þið skilið bæði SIP-skrá með index.html og about.html eða hlekkur á GitHub eða þið settið upp þannig, en það er ekki krafa það, þið megið samt skila þið þannig og síðan slóða verkefnið keyrandi á Netlify sett sem athugasemd við skil á Canvas. Og bara þetta sem ég var að segja áðan, það er ekki nóg að setja eingöngu athugasemd, það þarf að skila verkefninu sérstaklega og verkefninu sem ekki skilað fá ekki einkunn. Þið megið ræða verkefnin, þið megið að fara niður í nörd. Já, spurning? Index og about í skilinu. Já. Hvað með myndina? Hárrétt. Þarna vantar að segja og myndina sjálfsögðu og möppuna sem það er. Þannig að ég ætla að nota þetta hjá mér og uppfara. Takk fyrir ábendinguna. Sjá í lýsingu. Þetta er búið að vera að bugga svona í mörg ár af því að ég er alltaf að copy-pasta þetta. Síðan eins og þau sögðu áðan, þau sem voru að kynna hérna frá nörd, þið getið farið niður í nördakjallara og þið getið spurt eldri nemendur, bara eitthvað, ég er í vandræði með X, Y eða Z og þau eru mjög opin fyrir að hjálpa ykkur. Og það er mjög góð stemming þarna, það er bara fínast kaffistofa alltaf þegar ég kom þarna seinast, það er aðstæða til þess að læra og það eru borð og það er bara mjög fínt. Eða þið getur verið hérna saman, fundið ykkur einhvern hóp til að vinna saman í eða eitthvað svona og tala saman. Eða þið getur spurt einhvern nálægan ykkur sem kann eitthvað í vefforritun og fengið aðstoð hjá þeim. En ekki fá einhvern til að skrifa þetta fyrir ykkur. Skrifið þetta sjálf, berið það hugsanlega undir viðkomandi og segja, heyrðu, ég skrifa þetta svona, hefur ykkur athugasemdir við þetta? Af því að þið eru hérna til að læra á, svona lærið þetta. Það er megin markmið þessa áfanga er bara að hendi ykkur verkefnum og láta ykkur leysa þau. Þið eruð ekki að leysa þau fyrir mig. Ég er ekki að fara að taka lausnir ykkar og gera eitthvað við þau. Það mun enginn skoða þessar lausnir þegar það er búið að fara yfir þar. Þær eru bara þarna til þess að þið lærið. Það er ekkert virði í þeim þannig sé eftir það. En það er bara, við lærum með því að gera þetta. Og ef þið fáið einhvern annan til að gera þetta og sérstaklega ef þið fáið eitthvað svona stórt mál ég kann til þess að leysa þetta fyrir ykkur, þá er það bara eins og að mæta í rektina með liftara og láta liftaran vera að lifta lóðunum fyrir ykkur. Markmiðið er ekki að lifta lóðunum frá gólfinu og upp og aftur og aftur og aftur. Markmiðið er að byggja upp líkamlegan styrk og að hreyfa líkamann okkar. Og það er bara sama hér. Við erum ekki að þessu til að leysa verkefnin, við erum að þessu til að læra. Þannig að skrifið ykkar eigin lausn. Það er bara, reynið þið og fáið þið aðstoð en þetta verður alveg, sumi partir í þessu eru alveg flóknir, sérstaklega CSS. Mörg eitthvað muni lendi vandræðum í CSS. Það er alveg annað svona mental model sem maður þarf að setja sig inn í. Það er alveg pælingar sem maður þarf, það er ekki eins og að forrita í JavaScript. Þetta er allt öðruvísi. Þetta er svona, ég mun örugglega segja aftur, en góð samlíking, ef ykkur finnst gaman að föndra, ef ykkur finnst gaman að prjóna eða hekla, þá er CSS hugsanlega eitthvað sem að þið hefur gaman af. Þetta er svona natni, þetta er bara að fara eftir leiðbeiningum, þetta er allt rökrétt, en maður þarf bara að læra hvað er kerfið þarna bakvið. Og það gerum við bara með því að læra og með því að gera. Þið getið lesið endalaust það, þið getið lesið og hort á endalaust af prjónavídeóum, en þið munu aldrei prjóna þessa húfu, nema fyrir þið takið upp prjónana og gera það. Ekki segja konunum mínu og dætrum mínum þegar þær eru alltaf að reyna að fá mig til að prjóna. Þetta er alveg svo að forrita og ég veit, ég bara hef ekki tími í þetta. En kannski núna í ár. Ok, þannig að þetta er lýsingin á verkefninu og nú er það svona óformlega sett fyrir, en ég setja formlega fyrir með að senda ykkur tilkynningu eftir á Canvas. Einhverjar spurningar? Þá ætla ég bara að byrja í raun að leysa verkefni og einhvert ykkar er búin að skila eða viti bara nákvæmlega hvað að fara að gera, ykkur er frjálst að fara, bara eins og ég sagði bara, farið bara rólega í burtu og eitthvað, ekkert mál mín vegna. En ég ætla núna bara að hætta að taka upp og taka upp núna svona, byrjun á lausn á verkefni 1.